Síðara Tímóteusarbréf, 1. kafli. Páll að vilja Guðs, postuli Krists Jesú, til að flytja fyrirheitið lífið í Kristi Jesú, heilsar Tímóteusi elskuðum syni sínum. Náð miskunn og friður frá Guði föður og Kristi Jesú drottni vorum. Þakkir gjöri ég Guði sem ég þjóna eins og forfeður mínir með hreinni samvisku. Því að hann afláts nótt og dag minnist ég þín í bænum mínum. Ég þrái að sjá þig, minnugur táraðina, til þess að ég fyllist gleði ég rifji upp fyrir mér hina hræsnislausu trú þína. Sú trú bjó fyrst í henni Lúis ömmu þinni og í henni Evníku móður þinni, og ég sannfærður að hún býr líka í þér. Fyrir þá sök minni ég þig á að glæða hjá þér þá náðargjöf sem Guð gaf þér við yfirlagningu handa minna. Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur anda máttar og kærleiks og stillingar. Fyrirverði því ekki fyrir vitnisburðinum drottin morð, né fyrir mig bandingja hans, heldur skalt þú með mér illt þola vegna fagnaðarerindisins, svo sem Guð gefur máttinn til. Hann hefur frelsað oss og kallað heilagri köllun, ekki eftir verkum vorum, heldur eftir eigin ákvörðun og náð, sem oss var gefin fyrir Krist Jesú frá eilífum tímum, en hefur nú birst komu frelsar af oss Jesú Krist. Hann afmáði dauðan en leiddi í ljós líf og óforgengileika með fagnaðarerindinu. Og til að boða það ég settur predikari, postuli og kennari. Fyrir þá sök líð ég og þetta, en eigi fyrirverja mig því að ég veit á hvern ég trúi, og ég sannfærður að hann þess megnugur að varðveita það sem mér trúað fyrir þar til dagurinn kemur. Haf þér til fyrirmyndar heilnæmu orðin sem þú heyrðir mig flytja, stattu stöðugur í þeirri trú og þeim kærleika sem veitist í Kristi Jesú. Varðveittu hið góða sem þér trúað fyrir með hjálp heilags anda sem í oss býr. Þú veist þetta að allir Asíumenn snéru við mér bakinu. Í þeirra flokki eru þeir Fígelus og Hermógenes. Drottin veiti miskunn heimili Ónesifórusar, því að oft treysti hann mig og fyrirvarð sig ekki fyrir fjötur minn, heldur lét sér annt að leita mín þegar hann kom til Rómar og fann mig. Gefi drottin honum miskunn að finna hjá drottni Guði á þeim degi, og þú þekkir manna best hve mikla þjónustu hann innti af hendi í Efesus. Síðara Tímóteusarbréf, 2. kafli. Styrst þú þá sonur minn í náðinni sem fæst fyrir Krist Jesú, og það sem þú heyrðir mig tala í margra votta viðurvist, það skalt þú fá í hendur trúum mönnum sem líka munu færir að kenna öðrum. Þú skalt þó að þínu leyti illt þola eins og góður hermaður Krists Jesú. Engin hermaður bendlar sig við atvinnustörf, þá þóknast hann ekki þeim sem hefur tekið hann á mála, og sá sem keppir í íþróttum fær ekki sigursvegin nema hann keppi löglega. Bóndinn sem erfiðar á fyrstur að fá sinn hlut af ávöxtunum. Takk eftir því sem ég segi, drottinn mun gefa þér skilning á öllu. Minnst þú Jesú Krists, hann sem risin eru frá dauðum af kyni Davíðs, eins og boðað í fagnaðarerindinu mínu. Fyrir það líð ég illt og það jafnvel að vera í fjötrum eins og illvirki, en orð Guðs verður ekki fjötrað. Fyrir því þoli ég allt sækir hinna útvöldu, til þess að þeir einnig hljóti hjálpræðið í Kristi Jesú með eilífri dýrð. Það orði satt. Ef við höfum dáið með honum, þá munum við og lifa með honum. Ef við stöndum stöðugir, þá munum við og með honum ríkja. Ef við afneitum honum, þá mun hann afneita oss. Þótt við séum ótrúir, þá verður hann samt trúr, því að ekki getur hann afneitað sjálfum sér. Minn á þetta og heita þá fyrir augliti Guðs að eiga ekki orðastælum til einskis gagns, áheyrendum til falls. Legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Forðast þú hinar vanheilegu hégómaræður, því að þeim leggja stund á þær, skila lengra áfram í guðleysi, og lærdómur þeirra etur sig eins og hel bruni. Í hópi þeirra eru Hímeneus og Fíletus. Þeir hinir sömu hafa vilst frá sannleikanum, þar sem þeir segja upprisuna þegar gargengna og umhverfa trú sumra manna. En Guð styrki grundvöllu stendur. Hann hefur þetta innsigli, drottinn þekkir sína og hver sá sem nefnir nafn drottins haldi sér frá ranglæti. Á stóru heimili ekki einungis gullker og silfurker, heldur og tréker og leirker.
Sum eru til viðhafnar, önnur til óþriflegri nota. Sá sem fær sig hreinan gjört af slíku mun verða kér til viðhafnar, helgað og hagfellt húsbóndanum, hæfilegt til sérhvers góðs verks. Flýð þú æskuna gyndir, en stundar réttlæti, trú, kærleika og frið við þá sem ákalla Drottinn af hreinu hjarta. En hafna þú heimskulegum og óskynsamlegum þrætum. Þú veist að þær leiða af sér ófrið. Þjónn Drottins á ekki að eiga í ófriði, heldur á hann að vera ljúfur við alla, góður fræðari, þolinn í þrautum, hóvær er hann agar þá sem skipast í móti. Guð kynni að gefa þeim sinnaskipti sem leiddi þá til þekkingar á sannleikanum. Þá gætu þeir endurvitkast og losnað úr snöru djöfulsins sem hefur veitt þá til að gjöra hans vilja. Síðara Tímóteusarbréf, 3. kafli. Vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleypnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munaðarlífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskinn guðhræðslunnar en afneita kraft hennar. Snúð þér burt frá slíkum. Úr hópi þeirra eru mennirnir sem smeygja sér inn á heimilin og ná á band sitt kvensniftum sem syndum eru hlaðnar og leiðast á margvíslegum fýsnum. Þær eru alltaf að reyna að læra en geta aldrei komist til þekkingar á sannleikanum. Eins og þeir Jannes og Jambreð stóðu í gegn Móse, þannig standa á þessir menn í gegn sannleikanum. Þeir eru menn hugspilltir og óhæfir í trúnni. En þeim mun ekki verða ágengt, því að heimska þeirra mun verða hverjum manni augljós eins og líka heimska hinna varð. Þú hefur breytt eftir mér í kenningu, hegðun, ásetningi, trú, langlindi, kærleika, þolgæði, í ofsóknum, í þjáningum, slíkum sem fyrir mig kom í Antíókíu, í Íkoníum og í Lýstru. Slíkar ofsóknir þoldi ég og Drottinn frelsaði mig úr þeim öllum. Já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða. En vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni, villandi aðra og villuráfandi sjálfir. En halt þú stöðulega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á, þar þú veist af hverjum þú hefur numið það. Þú hefur frá blautu bassbeini þekkt heilaga ritningar, þær geta veittir speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist Jesú. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Síðara Tímóteusarbréf, 4. kafli. Fyrir augliti Guðs og Krist Jesú sem dæma mun lifendur og dauða með endurkomu hans fyrir augum og ríki hans, heiti ég á þig. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hina heilnæmi kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kitlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Nú svo komið að mér verður fórnfært og tíminn komin að ég taki mig upp. Ég hef barist góðu baráttunni, hef fullnað skeiðið, hef varðveitt trúna, og nú mér geymdur sveigur réttlætisins sem Drottinn, hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi. Og ekki einungis mér, heldur og öllum sem þráð hafa endurkomu hans. Reyndu að koma sér fyrst til mín, því að Demas hefur yfirgefið mig vegna þess að hann elskaði þennan heim. Hann farinn til Þessalóníku. Kreskes farinn til Galatíu og Títus til Dalmatíu. Lúkas einn hjá mér. Tak þú Markus og lát hann koma með þér, því að hann mér þarfur til þjónustu. Tíkikus hef ég sent til Efesus. Fær þú mér þegar þú kemur möttulinn sem ég skildi eftir í Tróas hjá Karpusi og bækurnar, einkanlega skinnbækurnar. Alexander koparsmiður gjörði mér margt illt. Drottinn mun gjalda honum eftir verkum hans. Gæt þín líka fyrir honum, því að mjög stóð hann í gegn orðum vorum. Í fyrstu málsvörn minni kom enginn mér til aðstoðar, heldur yfirgafu mig allir. Verði þeim það ekki tilreiknað.
En Drottinn stóð með mér og veitti mér kraft til þess að ég yrði til að fullna predikunina og allar þjóðir fengju að heyra. Og ég varð frelsaður úr gini ljónsins. Drottinn mun frelsa mig frá öllu illu og mig hólpinn leiða inn í sitt himneska ríki. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Heilsa þú Prisku og Akvilasi og heimili Ónesífórusar. Erastus varð eftir í Kórintu, en Trófímus skildi ég eftir sjúkan í Míletus. Flýtir að koma fyrir vetur. Evbúlus sendi þér kveðju og Pútes og Línus og Kládía og allir bræðurnir. Drottinn sé með þínum anda. Náð sé með yður.